Stilltu á FM 89,1. Fortíðin var aldrei, hún aðeins Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Húnavellir, fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Ertu á leið norður? Húnavellir fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Tjaldsvæði með rafmagni, gistiheimili, sundlaug og heitur pottur, líkamsrækt, leiksvæði fyrir börn, sparkvöllur, veiði í Svínavatni, rafmagn hjólaleiga, morgunverðarhlaðborð, kvöldverðarhlaðborð fyrir hóp og húsbílar eru velkomnir. Hópatilboð í boði fyrir ættarmót, stórafmæli, fjölskyldu og vinafögnuði. Allar upplýsingar á hunavellir.is og í síma 861 23 19. hunavellir.is. Já, við ætlum að ræða alþjóðamálin og eins og oft áður að þá hann hjá okkur Hilmar Þór Hilmarsson í gegnum Zoom frá Akureyri. Hvað blessaður? Blessaður. Það náttúrulega kannski það sem að vakti mest athygli í dag var að Benjamin Netanyahu afhenti Donald Trump einhver svona yfirlýsingu það að hann hefði tilnefnt hann til friðarverðlauna Nóbels og fannst mörgum skrítið. Hvernig virkar þetta á þig? Það virkar þannig á mig að Netanyahu í vanda. Hann náttúrulega lenti í þessu átökum við gerði árás á Íran og síðan gerð gagnárás og það verulega mikið tjón í Ísrael og ég að heyra fréttir af því það hafi kannski ekki, hann hafi verið orðin í vandræðum með eldflugvélar sem kallað intercept missiles til þess að skjóta niður það sem var að koma frá Íran og svo var mikið tjón í sérstaklega í Tel Aviv og Haifa, verulega mikið tjón og hann þarf náttúrulega á Donald Trump að halda. Ísrael getur ekki haldið þessu stríði áfram. Mér finnst ekkit ólíklegt að blossi út einhver átök aftur og hann verður að hafa Donald Trump algjörlega með sér og þá náttúrulega virðist að hann meta að það þurfi svona einhvern smjaður eða að segja að tilnefna hann til friðarverðlauna Nóbels og hann gerir það sjálfur og ég sá þessa mynda sem þau voru að tala saman og Donald Trump var greinilega mjög hrifinn af þessu og hvort þetta leiðir til friðar, það hafi verið veitt Nóbelsverðlaun áður út af þessu svæði, það þegar Yasser Arafat fékk Nóbelsverðlaun og Simon Peres og utanríkisráðherra Ísraels og Rabin, forsætisráðherra fengu Nóbelsverðlaun 1994 og þannig að það hefur ýmislegt reynt að skapa einhverja svona hvata til að ná árangri. Það hafa bara 4 forsetar fengið Nóbelsverðlaun áður, bandarískir og einn varaforseti Al Gore, varaforseti síðan Theodore Roosevelt fékk Nóbelsverðlaun, Woodrow Wilson fékk Nóbelsverðlaun, Jimmy Carter 2002 og Barack Obama 2009, þannig að það eru 4 forsetar, einn varaforseti sem hafa fengið Nóbelsverðlaun í friðarverðlaun Nóbels og Trump virðist vera mikinn áhuga á Nóbelsverðlaunum því ég held með að talaði um Nóbelsverðlaunum þegar hann var að reyna að koma á einhvers konar stöðuleika eða stöðuleika í sambandinu við Norður-Kóreu. Þá var verið að reyna að fá Norður-Kóreu til að taka niður sín kjarnorkuvopn eða allt prógramið og hann taldi þá að hann hefði ekki góða möguleika en hann virðist hafa áhuga og senda þegar Netanyahu réttin þetta yfir borðið einhverja blöðum þetta tilnefningu þá var greinilega Donald Trump mjög ánægður með þetta, þannig að kannski virkar þetta, en Netanyahu hann þarf á honum að halda og hann veit það og hann gerir bara það þarf til þess að hafa Trump á sínu megin og það er bara rétt og má segja það að þetta sé snjallt hjá Netanyahu að gera þetta vegna þess að þetta kannski virkar og það vegna þess að Ísrael getur ekkert staðið á eigin fótum ef við fá ekki áframhaldandi vopnasendingar frá Bandaríkjunum. Það liggur alveg fyrir. En það hefur líka komið fréttir frá Ísrael þar sem að þeir kynna eiginlega svona endanlega lausn á Gaza að flytja alla íbúa þar í burtu og það er svolítið í takt við það sem að Donald Trump hefur kynnt. Hann sendi frá sér myndband í vetur
þar sem hann var að lýsa hvernig umbreytingin geti orðið á Gaza, uppbyggingasvæði fyrir fasteignabraskara og breyta þessu í svona rífveru við Miðjarðarhafið. Heldurðu að Ísraelsmenn munu láta verða af þessu að þrýsta þarna í gegn einhver svona endalegri lausn? Það var nú Guðmundur Halldórsson sagfræðiprófessor var í Morgunútvarpinu á annarri útvarpsstöðinni að tala þetta, myndi sig óþyrmilega á orðfæri nasistana þegar þeir voru að kynna endalega lausn á gyðingavandanum. Já, ég sá það sem hann sagði, ég held að hefði verið vísir.is líka að verið umfjöllina sem hann sagði og jú, þetta náttúrulega óhugnalegt að safna fólkinu saman á einhvern stað, loka það inni og reyna að koma því svo bara eitthvað annað, eitthvað þar annar að landa eitthvað önnur svæði og það er veit engin hvaða lönd þetta er að vera eða land eða svæði þetta er að vera. Fólki vill ekki fara í burtu, fólki sem þarna vill búa þarna og það vill koma á einhverjum stöðleika og það vill stofna sjálfstætt ríki Palestínu, þannig að ég vissi þetta ekki þetta hugnast mér ekki þessu hugmynd. En ég meina, ég veit samt sem að það eru fólki í Ísrael eða stjórnmálamenn sem hafa haft áhuga á því að hrekja í Ísrael Gaza-svæðinu bara yfir landamærin til Egyptalands og svo líka að hrekja þá sem eru á vesturbakkanum yfir til Jórdaníu. Þannig að þetta er svo sem ekki alveg ný hugmynd nema að það lokað inn á okkur svæði og koma þeir svo fyrir. En sama hversu hugmyndin heldur að Ísrael hafi afl til þess að framkvæma? Þeim hefur ekki tekist að vinna Hamas algjörlega. Hamas er ennþá til og það hefur ekki tekist að vinna Hamas endanlega. Og það hefur ekki tekist að vinna heldur Hizbollah endanlega. Og það hefur ekki tekist að vinna Bandaríkjamenn reyndu sjálfur að fara í stríðið Hútís í Jemen í 1 mánuð og þeir gáfust upp á því og hættu við það. En má ekki segja að þessir hópar þeir bara vaksa og eflast við því harðar sem Ísrael og Bandaríkjamenn ganga fram, því öflugri má eiginlega reikna með að svar þessara hópa verði, kannski veikjastur einhver tíma, en þeir munu eflast til lengri tíma. Já, og svo náttúrulega Íran komið inn í þetta líka. Íran gerði þarna töluvert mikla loftarásir á Ísraela og þá talaði Donald Trump þetta verið varanleg lausn á meðan að til dæmis nokkrum mánuðum áður sagði National Director of Intelligence að Íran væri ekkert eitthvað að búið til kjarnavopn, en síðan átti að eyðileggja kjarnavopnprógrammið og það hefur alveg örugglega ekki tekist. Pentagon sagði það fljótlega eftir árásin að það hefði ekki tekist og þannig að það að búast við frekari árásum, maður búast við frekari átökum milli Ísraels og Bandaríkjanna annars vegar og Íran hins vegar. Þannig að Ísraels hér er ekkert í að vera góður í stöðu og ef að slíkt stríð brýst út, þá veikir hann frá Ísraels hér vegna þess að það hefur verið að eyðileggja mikil eyðilegging í Ísrael. Þannig að Ísrael hefur ekki tekist að gera út af Hamas enda og hvað þetta stríð og það er bara að standa tölvöld lengi yfir þetta stríð og ég sé það ekki fyrir mér og þetta fólk muni gefast upp, ég sé það ekki fyrir mér. Auðvitað er mannfall, það er fólk drepið þarna, það er margir mjög tölvöld mannfall á þessu svæði, en þarna voru allavega milljónir manna. Þú nefndir að Íran hefði komist í gegnum loftvarnir Ísraels, í gegnum Iron Dome eða járnhvelfinguna. Heldur að lærdómurinn af 12 daga stríðinu sé kannski sá að Íran átta sig á því að Ísrael standi veikt og það sé raunverulega hægt með hernaði að skaða Ísrael? Þetta Iron Dome náttúrulega hefur ekki reynst vera skotelt, það lag töluvert og það er mikið tjón sem hefur orðið þarna með bara í þéttbýli með almenna borgara, eyðilega rannsóknarstofur, skotið á höfnina í Haifa, eyðilega, ég held að það verið skemmt eina olíuhreinsnastöð í Haifa eða einhvers staðar þarna á þessu svæði. Þannig að það var töluvert mikið tjón. Hins vegar náttúrulega er annað í þessu máli að það er ekki Rússum eða Kínverjum þóknanlegt að Ísrael nái algjörlega yfirhöndinni í átökum við Íran, þannig að mér finnst mjög líklegt að þessir aðilar muni hjálpa bæði að útvega Íranum frekari vopn, eldflaugar og bara þau vopn sem þeir þurfa, plús að styrkja þeirra loftvarnakerfi. Loftvarnakerfi Írans virðist ekki vera næstu því eins öflugt eins og loftvarnakerfi
Ísrael, en það þarf ekki dvoðalega margar eldflögur til að fara í gegn og sem að lenda beintin í því Ísrael er svo lítið, þetta er rúmlega 20.000 tverrkilometrar og þarna búa rétt tæplega 10 milljónir. Þetta er svo mikið þéttbýli við það og þetta verður svo mikið tjón þegar það er verið að skjóta inn í þéttbýli eins og við sáum bara á myndum Tel Aviv til dæmis. Þannig að ég held að Rússar og Kínverjar muni ekki vilja sjá, ég held að Rússar og Kínverjar vilja ekki að Íranar komi sér upp kjarnorkuvopnum, en þeir muni heldur ekki vilja sjá að þeir tapi algjörlega fyrir Ísrael í hefðbundnu stríði. Þannig að þeir muni snúast til varnar. Telurðu líkur á því að átök á milli þessara landa kvikni aftur? Að við átök? Já. Já, ég held að það sé ekkit ólíklegt. Það liggur eiginlega alveg fyrir núna að það tókst ekki að eyðileggja kjarnorkuprógram Ísrael. Það tókst ekki. Þeir geta byrjað að auðga úran aftur bara fljótlega og þeir geta farið ennþá dýpra inn í jörðina og forsætisráðherra fyrrverandi Ísrael sagði ef það er alltaf komið kjarnorkuvopnum að þá verður ekki hægt að stöðva það. Og þeir geta fengið aðstoð frá Pakistan sem er kjarnorkuríki, sem er hérna með muslimaríki hérna í nágrenninu með 900 kilometra landamæri og Pakistan veit alls ekki að það springi kjarnorkusprengja í Íran vegna þess að þá getur geislaverknin farið yfir Pakistan, það er bara næsta ríki við. Þannig að Pakistan hótaði að ráðast á Ísrael ef Ísrael myndi sprengja kjarnorkusprengju í Íran og þannig að en að ég held að Kínverjar eru að fjárfesta í Íran vilja ekki að það sé verið að þeir vilja styðja Íran og það er gott samband á milli og líka milli Rússa. Þannig að Íranir munu örugglega undirbúa sig og svo held ég að þeir séu búin að segja sig úr alþjóða kjarnorkuvopnastofnuninni. Þannig að þeir vilja ekki fara í, þá er ekki sami eftirlit og var. Og ég veit ekki, ef þú verður að hugsa út, ég er algjörlega á móti því að kjarnorkuvopn breiðist út á þessu svæði, en þú verður að hugsa út frá þeirra hagsmunum og þeirra sjónarmiðum, þá gætu þeir hugsa svo bara eins og Norður Kórea, bara það síðasta sem við gerum. Það er að vera berskjaldaðir og Norður Kórea náttúrulega lætur ekki hendi sín kjarnorkuvopn, það er að útiloka núna og Íran svo eina leiðin fyrir okkur að fá sama frið og stöðuleika og Norður Kórea er að vera með kjarnorkuvopn. Þar með er ég ekki að segja það að þjóðfélögin í Norður Kóreu og Íran séu æskileg þjóðfélög og ég er ekki aðdáandi Norður Kóreu stjórnarinnar en ég heldur flekkra stjórnarinnar í Íran. En þessir aðilar eru fyrst að hugsa stöðuleika og Íran hefur ekkert verið að ráðast á nágrannaríki í kringu sig. Þannig að þetta hefur ekki verið land sem hefur verið árásargjarnt. Netanyahu myndi nú líklega segja að Íran hafi ráðist á Ísrael þá í gegnum Hizbollah og Hamas og aðra slíka hópa. Já, það er náttúrulega tengsl á milli og það er náttúrulega alveg ljóst að, þetta er kallað proxys, það er alveg ljóst að Íranir eru mjög ósáttir við meðferðina á palestínumönnum. Á Gazasvæðinu sérstaklega, mjög ósáttir við það og þeir aðstoða, það er ekki vafa því að þeir aðstoða Hizbollah og palestínumönnum á Gazasvæðinu og Houthis, þeir gera það og þeir fá vopn og aðstoð en Íranir hafa forðast að vera í stríði við Ísraela beint, en það voru það Ísraelis réðust á Íran, eins og þú veist og þeir vilja ekki verið í beinu stríði en þetta er allt miklu stærri snið en munurinn á Hamas á Gazasvæðinu og Houthis í Jemen og síðan Hizbollah í Suður-Líbanon er það að Íran getur valdið verulegu tjóni í Ísrael með árásum þó að þetta sé kannski 1500 km fjarlægð sem þessar eldflaugar þurfa að fara eða drónar að nema þessi að skjóta frá Írak, ef við komum að stangað en við getum skotið þaðan, en þá er þetta Íran bara getur gert aldrei miklu meira tjóni og verið miklu alvarlegri aðgerðir heldur en nokkuð tíman þessi hinir aðilarnir og mér er skilst að, ég get ekki sannað það, mér skilst að það hafi verið orðið skortur á svo kvöldum intercept missiles í Ísrael og þeir hafi bæði séð hvað mikið tjón og hver hættan var og það er ákveðin baráttan á milli Úkraínu og Ísrael að fá vopn eða loftvarnakerfi og vopn frá Bandaríkjum til að verja sig gegn loftvarnum annars vegar Úkraína frá Rússlandi og Ísrael frá Íran. Þannig að staða Ísrael er ekkert voða góð. Mér langar að spyrja um Úkraínu og við sittum alltaf upp með Trump og hann
Það kom yfirlýsing frá ríkisstjórninni hans að þau myndu hætta tilteknu vopnasetningu til Úkraínu, þetta sem þú ert að minnast á, vegna þess að þau mættu bara ekki missa vopnin, þeir þurftu að nota annars staðar og það væri bara ekki til nógu mikið af birgðum til þess að mæta þörfum Úkraínumanna. Og Trump talaði sig við Putin og það kom ekkert út af því, hann var fyrir vonbrigðum Trump með það. En síðan hefur komið svona eitthvað svona njá í þetta að kannski muniðus eftir sem áður takast að útvega vopn handa Úkraínu. Það er ekki alveg ljóst hver niðurstaðan verður. Hver er stefnan þarna? Ég hef alveg heyrt utanríkisráðherrann Marco Rubio segja það fyrir nokkrum vikum síðan held ég að verið í viðtali bara þeir hefðu ekki, hann sagði í þinginu að það væri, og hann held í vitnaleiðsla, að þeir væru ekki, svona kallar Patriot missiles, þetta er svona intercept missiles, að þeir hefðu ekki nóg af þessu sjálfur. Það var svæntal í Evrópu, sem ættu slík vopn, reyna að fá það, og það er langt síðan að varaforseti Bandaríkjanna sem var þá ekki varaforseti sagði það að Úkraína myndi vera að brenna vopnum, svona vopnum miklu hraðar heldur Bandaríkjanna framleitu og svo heyrist líka frá varnarmálaráðherranum að það sé ekki nóg til að slíkum vopnum og byrðirnar séu orðnar hættulega lágar hjá Bandaríkjunum á svona vopnum eða eldflögum og síðan gerði Trump hlýja á þessu en síðan hafa verið gríðarlega loftárásir, ég hef bara sérstaklega maður hefur séð á Kíev, mjög miklar árásir skelfilegar, þess að loftáráskerfið virðist alveg verið að hafa brugðist í Úkraínu og þá fyrir Donald Trump að tala að grípa til einhverja aðgerða en hann reynir að hringja í Putin fyrst til að reyna að semja eitthvað en bara Putin er bara með ákveðnar reglur sem hann er búin að setja sem að hann gerir kröfum, þú veist að Evrópubúarnir, sérstaklega Úkraína hefur alltaf verið að tala um vopnahlé og þeir halda áfram að tala um vopnahlé þá sé bara algjörlega frá Rússahendi búið að neita því þeir sjá það bara sem bara möguleika fyrir Úkraína að byggja sig upp, endurskipuleggja herinn og framleiða meira vopnum og taka við meira vopnum þannig að þeir vilja alls ekki gera það þannig að þeir munir algjörlega að tala á kross og kröfur Rússarna eru mjög miklar þannig að ég veit ekki alveg hvernig þetta endar en allavega, ég get ekki talið heldur í vopnabúri Bandaríkjanna en maður heyrir þetta mörgum ólíkum áttum þar á meðal frá ráðherrum og forsetanum sjálfum Trump, að þessi vopn sé á skornum skammti og svo líka er þetta þannig að Bandaríkjanna hafi verið að setja mikið af vopnum til Ísrael í 12 daga stríð þar sem var skotið eldflaugum alla daga og nætur og síðan náttúrulega til Úkraínu í nú að vera 3,5 ár en það er orðið mjög mikið og svo líka er bara staðan í Austur-Asíu það fara að halla svo mikið af Bandaríkin þar og þeir vilja styrkja sig þar. Annars skil ég ekki alveg hvað Donald Trump er að gera vegna þess að ef tekur Austur-Asíu þar sem Bandaríkjamenn vildu fara að koma þarna inn og styrkja sína stöðu að þeir eru komnir í mjög slæma stöðu gagnvart Ástralíu og svo líka er þeir að hóta að setja einhverja ofurtolla á Suður-Kóreu og Japan sem eru hefðbundin þeirra bandalagsríki. Þannig að þetta er mjög undarlegt hvað er að gera þetta. En ef að Bandaríkjamenn geta ekki útvegað Úkrænumönnum loftvarnarflaugar það er tómt mál að tala um það að Evrópa geti stigið þar inn og ekki á Evrópa meira vopnum heldur en Bandaríkin. Nei, hún á þau vopn og þannig ég held að sé ekki miklu möguleikar fyrir Evrópu til lengri tíma litið að koma í staðinn fyrir Bandaríkin. Það er eitthvað, en við vitum það alveg að Evrópa hefur verið að hjálpa Úkraínu og það bara hefur ekki dugað því að það er verið að gera meira og meira árásir þess að Úkraína vil vera meira og meira berskjölduð og að eldflaugar séu bara lenda beint inn í þéttbýli, miklu fleiri en áður var. Og svo er líka annað með Evrópu að þegar Bandaríkjamenn hafa verið að reyna að finna einhverja málamyrin, þá hefur Evrópa alveg verið á bremsunni með það að það sé að létta af nokkrum viðskiptaþvingunum, refsiaðgerðum gagnvart Rússlandi, þegar Evrópa virðist ekki vera að koma í þann gír að það þurfi eitthvað að fara að semja. En maður sér bara að loftvarnakerfin í Úkraínu er að bresta. En þar maður heyrði það líka að trú í Evrópu að það sé bara örstutt eftir af þreki Rússa til þess að halda stríðinu áfram. Það nú bara leiðar í mokkanum í morgun sem að tala um það að rússneskur efnaður væri bara við það að hrynja. Hefur þú trú á því?
Það búið að tala þetta í 3,5 ár og það eru örugglega veikleikar í rússneska hagkerfinu, það eru örugglega, en ég held að þeir hafi mjög mikið stuðning Kínverja og ég held að nýlega yfir Kína hafi lýst yfir að þau myndi ekki sætta sig við að Rússar tapuðu þessu stríði. Þannig að þeir munu fá aðstoð þaðan og við vitum hvernig þessi lönd eru. Sko, Rússar náttúrulega auðvitað land í heiminum, hrikalegt, langstærsta landi landfræðilega, en ekki með 145 milljónir manna og Kína algjör andhverfa, þar ertu með 1400 milljónir manna og en takmarkaðar auðlindir, þetta alveg fullkomin hjónaband, þannig að þessi lönd vinna mjög náið saman og Kínverjar munu ekki sætta sig við það að rússneska hagkerfið hrynji. En auðvitað eru veikleikar í því, en það eru líka miklu, ef þú talar ferðar efnahagslega veikleika, þá er líka mjög miklu efnahagslega veikleikar í hagkerfið í Evrópu. Þú sér bara að svo lönd eins og Bretland, það sem ástandið er mjög slæmt, ef þú horfir á Frakkland, mjög slæm skuldastaða og erfið staða í ríkisfjármálum. Þýskaland í miklu vandræðum, hafa hægt mjög á hagvexti. Þeir eru ekki skulduðir eins og Ítalía, Bretland og Frakkland samt og þeir eru búin að afnema reglur landsframleiðslu og ríkisfjármálin fari ekki við 3% landsframleiðslu. Þýskaland búið að afnema þetta, þannig að það búið að afnema þessar svo kallar fiscal rules sem Evrópusambandið hefur verið með og evrusvæði. Þannig að já, það eru örugglega veikleikar í rússneska hagkerfinu, ég er örugglega ekki spurning það, en að sé að fara að hrynja, það er búið að tala það í 3,5 ár, en hins vegar þá eru líka miklu veikleikar í Evrópusambandinu, hvernig á það að hafa burði til að halda áfram og hvernig á það að hafa burði til þess að fara að borga 5% verkli landsframleiðslu til hernaðar eins og samþykkt var á NATO-fundinum núna nýverið og þess vegna beittu menn sig fyrir því þar til að fyrir málamiðlun til að komast einhvern veginn frá þessu að gerðu það að það var skipt í 1,5% verið innviðir, eitthvað sem kortið er að gera væntanlega og svo er þetta sett á að gera svo 10 árum sem er segir manni það að þetta sé kannski ekki svo mikið trúverðið vegna þess að mjög mikið af þeim ríkisstjórnum og þeim stjórnmálamönnum sem að þarna voru og leiðtogum verða löngu farnir frá að ná þessu markmiði. Það er meðal Donald Trump. Það eru óljóst hvað þá meni ég að löndin að taka þetta í ákveðnum skrefum, hvernig þeir skrefi að vera og hvað mikið árlega. Þannig að já, það eru örugglega erfiðleikar í Rússlandi og það eru margir sem eru búin að vona í 3,5 ára Rússland sé að hrynja, en ég held að Rússland hafi bandamenn. Það var núna BRICS-fundur til dæmis bara nýlega og þessi lönd standa saman. Já, en ég held að það sé alveg rétt að það séu vandamál í Rússlandi, en það eru bara líka alls konar alvarleg vandamál sem útgjöld til hernaðar töluvert, þá er þetta bara að byggja upp verksmiðjur og vopnaframleiðslu og koma þess allir í gang. Það tekur bara nokkur ár og ég get ekki séð hvernig Úkraína á að halda út önnur 3 ár, ég bara sé það ekki fyrir mér. Donald Trump sagði bara við Zelenski á frægum fundi í Hvítahúsinu ef hann héldi áfram í 3 ár að það myndi bara, hann tapa allir Úkraínu. Ég hef verið einhvern veginn þeirra skoðunar að þetta myndi hætta þetta stríð á einhverjum tímapunkti og Úkraína myndi hugsa að tapa einhverju meira en myndi halda meiri hluta sínu landi, kannski enda sér landlugt land í Vestafalli. Þannig að þau myndu taka Odessa sem þeir eru ekki búin að gera í dag, það hafi verið töluverð árásir á Odessa, ég hef heyrt það bara frá fólki sem ég þekki taka á Kharkiv og eitthvað slíkt, taka eitthvað meira en ekki all landið, en ef þetta heldur svona áfram og svo kemur í ljósa, það fást ekki vopn og það er ekkert ljóst, ég meina ef að varnarmálaráðherra Bandaríkjanna segir að sé orðið mjög mikið skortur á vopnum í Bandaríkjunum og utanríkisráðherrann segir það og forsetinn segir það, að þá fer ég að halda að það hljóta að vera eitthvað að marka sem verður að segja, þetta sé raunverulegt vandamál. Þú nefndir áðan tollana að Trump boðaði ég held að hann kallaði frelsisdagurinn, boðaði mikla tollahækkanir á mörg lönd, síðan var þessu frestað og nú er sá frestur eiginlega að renna út og hann er eiginlega að boða að tollarnir verði lagðir á. Í millitíðinni það var okkur sagt svona, þetta væri svona snildar bragð hjá honum til samninga, hann myndi ýta öllum löndum heims til þess að semja betri viðskiptakjör fyrir Bandaríkin. Það er lítið heyrt af slíkum samningum, mjög veigaliklum samningunum við Breta og eiginlega sáralítið sem heyrt af því.
Heldurðu að nú láti Trump verða að þessu eða þetta svona úlfur og hann mun ekki taka tollana, heldurðu þetta eitthvað svona hótanir, eitthvað samningatækni sem kannski skilar ekki miklu? Það getur verið í þessum tilvikum að stærra ríkið geti þvingað eitthvað fram sem að ríkið sem verður fyrir áfalli bregst ekki við. Til dæmis tökum Singapúr til þess. Það var settur 10% tollur á þá. Singapúr er land sem er mjög vinveitt Bandaríkjanna og er ríkt land, það er enda lítið, 6 milljónum og eitthvað svoleiðis. Mjög ríkt land og er með mikið af bandarískum vopnum og þegar Bandaríkjamenn lögðu tolla á það 10% svipað að gera okkur og það var lægstu tollur sem þeir lögðu á, að þá ákvað Singapúr ekki að bregðast við. Þannig ef að lönd bregðast ekki við þá kannski getur Bandaríkin eitthvað bætt sína stöðu en í heildina tekið fyrir allan heiminn er þetta mjög neikvætt. Ég meina Bandaríkin stóðu fyrir því alveg frá því á Bretton Woods-fundinum 1944 ætla ég að segja að þá var alþjóðabankin alþjóðagjaldeyrisstofnunin settur á fót og að byrja að tala GATT sem síðan var alþjóðaviðskiptastofnunin og hún hafði það aðalmarkmið að algjörlega afnema alla kvóta og lækka tolla og og þetta voru Bandaríkin sem hefur forgöngu þetta en ef að Bandaríkin fara í tollastríð við landið svo Kína sem er svona stórt og jafnvirðisgengi mun stærra hagkerfi við Bandaríkin þá geta Bandaríkin orðið illa úti og svo líka að fara í tollastríð við Japan sem er hvað 4., 5. stærsta hagkerfi í heiminum eða Suður Kóreu sem er líka mjög stórt hagkerfi að þá er ég ekki sem að Bandaríkin græði á því og ég er að spyrja, heldur hann láti verða að því að hækka tollana, hvort sem hann græði á því að græði ekki á því, heldur hann láti verða að því? Hann reynir það en hann hefur verið að reyna að semja eitthvað hann fá eitthvað í staðinn en við heyrum mjög lítið af því Hilmar við heyrum mjög lítið af árangri af þeim samningaviðræðum. Já, hann var eitthvað að semja við Víetnam og hann var búin að semja við Bretland og einhver lönd það var búin að semja við en ég efast að það er að hægja á hagvist í Bandaríkjunum. Ég efast að þetta komi Bandaríkjunum vel til lengri tíma litið. Og lönd eru líka svo tengt að þau eru að flytja út og inn, fram og tilbaka og þess að mikið sérhæfing í alþjóðaviðskiptakerfinu að refsiaðgerð á eitt land virkar sér refsiaðgerð sjálfan líka. Þannig að ég efast að græða ást til lengri tíma litið. En ég meina, en það er samt sem að vera að segja sem að Bandaríkin voru ákveðin stöðuleiki í heimshagkerfinu alveg frá seinni heimsstyrjöldinni í einhver áratugi en núna síðan Donald Trump kemur upp þá er bara verið að breyta stefnu á klukkutíma fresti í utanríkismálum en þetta veldur mikill óvissu og óstöðuleika og ég sé ekki að raunverulega á endanum að það græði nokkur á þessu það tapar sennilega allir á endanum á þessu. Það er út af þessum óstöðuleika, ég þarf alltaf að vera að tala við þig, þetta er bæði í öryggismálum og í efnahagsmálum sem að verið að breyta stefnu og gera eitthvað í Washington sem er erfitt að ráða í einhverja fullyrðingar hvað ég að gerast, að ég vera að vopna lið þar sem að síðan verður ekki, svo heldur það kannski stundum, þess vegna er ég alltaf að hringi í þig. En takk fyrir það Hilmar að taka upp símann þegar ég hringi í þig að fræðast stöðuna í alþjóðamálum, ég fæ kannski að slá á þig einhvern veginn í sumar, við erum með svona tilraun núna á meðan að fótboltinn er á RÚV að vera með beina útsetningu hérna úr bololtinu milli klukkan 7 og 9 á kvöldin á meðan að fótboltinn rúlar á RÚV og svo tekur við fréttatími þar og þá skiptum við hér yfir í endurflutt efni. En ég verð, frá 1. ágúst verð ég í Bangkok, þannig að þá verðum við að vera í útsendingu frá Asíu. Já, það verður gaman þegar það kemur, en við ætlum að vera með þessa tilraun núna fram til 24. júlí, þannig ég fæ að slá á þráðin í næstu viku eða þann næstu í síðasta lagi. Þú gerir það, takk fyrir þetta. Takk að kjalla. Takk. Og þessar útsettingu hjá okkur í kvöld, framundan við ætlum að spila hérna rétt á eftir ætlum við að spila viðtal sem var hluti af marathoninu sem vorum með. Það var mjög skemmtilegt viðtal sem að Marja Lilja tók við systkinin Guðjón Heiðar og Viktor Orra Valgarsinni og Alexander Brím sem hafa verið bara frá frumbensku verið að karpa samfélagsmál. Þetta var svona hugmyndi var svo að við sæjum svona inn í það hvernig fólk tala saman, meðal annars systkini sem hafa verið að deila við morgunverðarborðið og kvöldverðarborðið og kannski í háttatímanum. Við spilum það hérna eftir, en áður en að því kemur það alltaf að minna á að meðal annars þessi útsetting okkar núna meðan að fótbolti rúlar á RÚV
svona með sömuneyti áminning það að það sem heldur samstöðunni gangandi eru sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifundur. Og við vitum að það eru margir hérna úti sem að telja samstöðun sem mikilvæg, meðal annars núna í sumar að þegar að RÚV spilar bara fótbolta þá samstöðun með fréttir. Við erum með tilraunir á því að halda hérna út í fréttum klukkan 7 eins og þið sáu áðan og við höldum út í samfélagsumræðu og mörg okkar vita það að þetta er mikilvægt. Þetta er lýðræðissamfélag eru byggð upp á þessu að við náum að tala saman og fréttir og sjónarmið fari frjálst á milli okkar, þannig að við getum tekið afstöðu frá þeim. Ef að þið vilja halda samstöðunni gangandi þá er það sterkasti leikurinn sem þið getur gert að gera áskrifundur og það hafa margir gert, en við vitum að það eru margir úti sem hvet ykkur til þess að fara inn á samstöðun.is, það er appur sem ástendur áskrift, þar getur þið skráð ykkur fyrir megi borga meira þau viljið og þið sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En við ætlum að skjóta inn hérna örstutum auglýsingum og svo á eftir þær þá koma systkinin Guðjón Heiðar og Viktor Orri Valgarsinir og Alexander Brím og ætla að karpa aðeins. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði.